Jæja, góðan daginn, á þessum fallega degi í þessu stutta vídeói, eða fyrir eftir hversu lengi við erum að tala, ætlum að fjalla kvikmyndina Veggfóður frá 1992 með gleraugunum afbrotafræði í myndinni og félagsfræði. Já. og félagsfræði, já. Þannig að ég bara vinda okkur í það. Jú, hvað fjallar myndin og svona helstu persónurnar? Sko, myndin fjallar tvo bestu vini sem eru að taka við veitingastað, já. Nei, skemmtistað. Skemmtistað. Og síðan ung stelpa sem flytur frá sveitinni og byrjar að vinna á staðnum og þeir svona fara eiginlega að berjast hana. Já, gera svona veðmál hver fyrstur til að þjappa hana, bara á góður íslensku. En já, og þessi vinir eru að gera mjög misgála hluti, eru ekki mjög löghlýðnir. Nei. Og myndi fjalla líka stelpuna og hvernig hún að settla í Reykjavík. Já. Og hún áhuga á tónlist, komast það. Og síðan bara gerist alls kyns hlutir í myndinni bara sem tengjast svona þessu lífi í Reykjavík á 1992. Já, þetta skemmtileg mynd sko, en það líka mikið afbrotum í þessari mynd sko. Þess vegna eru kannski að fjalla hana í afbrotafræði á þér. Já, hún fjallar hana mest það, bara hana sparatan þessa stelpu sem kallar sig Sól. Og já. Já, það fjallaði þessar þrjár aðalpersónur, bara svona aðeins bara pínu að greina þær. Svona Lars, Sól og Sveppi. Við byrjum ekki bara á herra Lars sem besti vinur Sveppa. Það raunir bara svona ungur maður sem að leita að sjálfsmynd sinni kannski. Já, og dregin bara svona vafasama hluti á honum Sveppa, hann svona vond áhrif á hann. Já, og hann hefur kannski pínu stimplunarkenning á hann því hann í listaskólanum og ef honum hent út úr honum og þá kemur kannski svona stimpill á hann að hann fjall í skóla og ræfill og hann kannski deyfir sig aðeins í áfengi. Já. En Sveppi hann bara, tækifæri sinni, notfæri sér. Já, aðstöður og bara svíkur fólk pening sko, bara en í besta greiningin á þessum blessaða karakter bara siðblinda sko, hann bara mjög siðblindur, bara geðvíkur að siðblindur sko. Já. Og Sól, það kannski mikið hægt að segja hana út frá afbrotafræðinni. Nefnum kannski bara seinna í myndinni þegar hún lendir svona í atviki sem hún geti fengið eitthvað heiti úr afbrotafræðinni, en hún bara svona mjög hóvær og góð stúlka. Nei, já. Já, þá að fjalla helstu afbrotin í myndinni og af hverju þau voru framin. Þau eru alltaf helvíti mörg sko. Það náttúrulega keyra undir eiturlyfjum, ljúga fyrir dóm, eða ljúga lögreglu, kynferðislegt ofbeldi, nauðganir, líkamsárás. Sko, og öll þessi brot eru kannski mismunandi ástæður á bak við þær sko, misalvarlegar eins og kannski að keyra undir sveppum, þá voru þeir bara, ástæðan var bara sú að ég held að þeir var bara alveg saman sko, voru ekkert að pæla í þessu. Síðast einskis. Og síðan alltaf ofbeldisbrotið í myndinni sko líkamlega var bara hefndarbrot. Þegar þessi náungi var að remja mömmu Lars og þeir bara fóru heim til hans og buffuðu hann. Það bara hefnd svo. Og síðan líka bara hann Sveppi blessaður, hann bara mjög siðblindur og veit ekki hvað rangt og rétt. Og það held ég bara ástæðan fyrir flestum af þessum brotum sem hann gerði, þessum kynferðisafbrotum sko, hann bara siðblindur sko. Og borgar ekki hljómsveitum sem spila á staðnum hans sko. Þannig þessi maður heldis þrjótur í sögu íslenska kvikmynda sko, hann með þeim verri sko í sögu íslenska kvikmynda, að mínum mati sko. Það svona, já, hann Sveppi framdi mestu afbrotin í þessum mynd, en við höldum bara að sé siðblinda eða bara eitthvað, já, það okkar skoðun. Síðan erum við með, síðast en ekki síst, þá erum við með pælingar, já. Hvaða helstu kenningar og sjónarhorn afbrotafræðinnar eru sýnd í þessari mynd? Við ætlum bara að taka eitt sjónarhorn fyrir aðalpersónurnar þrjár. Þannig að þetta verður 3 sjónarhorn sem var tekin. Já, og byrjum bara núna Lars, sem leikinn af Baltasar Kormáki. Það kannski álagskenningin, það mikið álag undir á honum sko, hann í skóla, síðan náttúrulega vond áhrif sem hann fær frá vinni sínum Sveppa, hann siðblinda, og síðan hann náttúrulega ástfanginn af henni Sól. Þannig að það svona 3 hlutir sem mjög mikið að pressa á hann. Já, svona veldur álæg og kannski þá, í staðinn fyrir að kannski gera það heilbrigðara úr álaginu, þá fer hann að gera misgála hluti. Eins og að drekka áfengi og eins og lífa málverkin sín og eins og líka þegar hann var að kissa
Salzburg konu sem var greið að sinna vinnunni sinni. Þannig já, hann kannski álagið ítir hann út í það að gera misgála hluti. Eitthvað heimskulegt, já. Þá það kannski bara, við ætlum að taka næst bara hann Sveppa sem hann Steinn Ármann nokkur Magnússon leikur. Og við fundum kannski að það væri félagsnámskenning sem við getum greint hann með. Út af, hann við höldum kannski að hann hefði bara alist upp við að allt sem hann gerði var í lagi, skilur. Hann kannski var mikið að umgangast skemmtistæðin þegar pappa hans snakka og sá kannski í hægðum sem fullir karla gerðu og bara fullt fólk líka, ekki bara karlar. Hagasteinsson Hálfvitar. Og kannski haldið bara að það hefði verið bara eðlilegt. Kannski ólst hann bara upp við að kannski hjálpa til á staðnum og já, bara hann hefur bara nam þetta sé þessa hegðun í sínu félagslega umhverfi, þannig já. Þannig hann heldur að sé kannski bara eðlilega siðferðislega rétt. Umhverfið hafi kannski mótað smá hvernig hann haga sér. Og líka náttúrulega kannski bara hann sé siðblindur bara. Og síðast en ekki síst þá vinkona okkar hún Sól sem hún Ingibjörg Stefánsdóttir leikur. Impressive. Og við fundum eina kenningu sem gæti passa við hana og það var stimplunarkenningin. Já. Og það í kvikmyndinni þá brýtur hann Sveppi á henni kynferðislega og hún Sól var ekki alveg viss hvort hún ætlaði að fara með þetta til lögreglunnar því að við höldum að hún hefði myndið fá þá stimplun á sig og það væri orðrómur og viðhorf annara gagnvart henni myndi mótast eða myndi breytast að hún væri bara alltaf þekkt sem fórnarlambið og kannski þekkt til fyrir að vera að þessum tíma létt og kannski svona auðveld til leik, skilur. En það er alltaf bara tíðarandinn var allt annar, sko. Tíðarandinn var allt annar, sko. Þetta var fyrir MeToo-bylting, já, það var fyrir MeToo, þannig það var erfitt fyrir stelpur að stíga fram. Miklu erfiðar en það í dag. Þess vegna kannski vildi hún ekki fá stimplin að hafa alltaf verið stelpan sem hann braut á. Já. Þannig já, þetta er gott að þessu sinni. Takk fyrir okkur. Yfir út.